Halló. Góðan daginn, kæru vinir mínir. Ég heiti Skjóða Grýludóttir og ég dóttir hinnar ægilegu Grýlu, sérstakur verndari jólakattarins. Hann nefnilega kötturinn minn, dóttir hans Leppalúða og auðvitað systir jólasveinana. Já, reyndar alveg fleiri en 100 önnur systkini því að mamma og pabbi eiga alveg rosalega mörg börn. 13 eru jólasveinar, eins og þið auðvitað vitið, en við hin, við erum bara ósköp venjuleg tröllakrakkar. Í dag ég í svolítið sérstökum aðstæðum út af því að ég í sóttkví. Það var nefnilega ein systir mín sem greindist með COVID og þess vegna þarf ég að vera í sóttkví og mamma og pabbi, aðalega bara mamma, sagði bara Skjóða, núna verður þú að fara í sóttkví, nú verður þú að fara út úr hellinum og fara í sumarbústaðinn hennar ömmu þinnar. Já, sumarbústaðinn hennar ömmu þinnar, það finnst mér nú ekki leiðinlegt. Amma mín, hún alveg rosalega gömul, því að Grýlamamma, hún meira en 900 ára, þannig að getið ímyndað ykkur hvað amma mín gömul. Hún á líka rosalega mikið af börnum. Amma mín heitir mjög flóknu nafni. Það mjög langt og mjög flókið, en mér finnst eiginlega best að kalla hana bara Gugga. Og ég hérna fyrir utan sumarbústaðinn hennar á leynistaðnum mínum. Það byrjaði bara jólalag alveg óvænt. Bíddu nú við, heyrðu. Það minnir mér og reyndar bara á að ég ætti að hætta þessu blaðri og fara að segja ykkur einhverja skemmtilega sögu hérna af leynistaðnum mínum. Í fyrra sagði ég ykkur mjög skemmtilega sögu þegar ég hélt að mamma mín, Grýlamamma, ætlaði að borða mannabörn. En auðvitað hélt hún bara að væri fiskur í pokanum en ekki mannabörn. En í ár ætla ég að segja ykkur söguna jólin þar sem allt klúðraðist sem gat klúðrast. Það fór eiginlega allt bara gjörsamlega út þúfur. Það nefnilega þannig að það þrennt sem ég geri fyrir hver einustu jól. Í fyrsta lagi þá þríf ég hellinn minn hátt og lágt. Í öðru lagi þá baka ég piparkökur og í þriðja lagi þá skreyti ég allt. Og þegar allt þetta búið, þá fyrst mega jólin koma. En þessi jólin hafði ég hugann við eitthvað allt annað en listan minn góða. Því að jólakötturinn, sem kötturinn minn, hann hafði eignast 3 litla kettlinga í desember. Ó, sjáu þið hvað þeir eru sætir. Ég vil að þeir heiti Stjarna, eins og jólastjarnan, sjáu þið. Snjókorn, það skemmtilegt og jólalegt. Og piparkaka, þessi alveg eins og piparkaka. Ég lék mér við kettlingana allan desember og ég gleymdi mér eiginlega bara alveg. Ég lék við þá og gaf þeim að borða og knúsaði þá og ég vissi ekkert hvað tímanum leið fyrir en ég heyrði Leppalúða, pappa minn, tauta við sjálfan sig. Jæja, þá mega jólin koma. Ég búinn að elda jólagrautinn. Pabbi búinn að elda jólagrautinn? Hvaða dagur eiginlega? Pabbi gerir það aldrei fyrir á Þorláksmessu. Ó nei, ég hljóp til pappa sem sat í stólnum sínum og var að hljóta alveg. Pabbi, hvaða dagur eiginlega í dag? Hvaða læti eru þetta, Skjóða mín? Ég var nú aðeins að leggja mig. Pabbi, af hverju ertu búinn að elda jólagrautinn? Nú, af hverju ætti ég ekki að vera búinn að elda jólagrautinn? Hvaða dagur í dag? Nú, það Þorláksmessa. Þorláksmessa? Já, Skjóða mín, 23. desember. 23. desember? Já, Skjóða mín, hví endurtekur þú allt því ég segi, barn? Hví endurtek ég allt sem þú segir, barn? Nei, pabbi, jólin á morgun og ég ekki tilbúin. Ég hljóp strax inn í hellinn minn og hófst strax handa. Ég varð að vinna alla nóttina ef ég ætlaði að reyna að klára allt á listanum mínum. Ég byrjaði á því að þrífa. Ég skúraði gólfið, þurrkaði af og ég setti auðvitað könnu og stól. Allt var að verða tilbúið fyrir jólin. En á meðan ég þreif, þá hafði ég þetta mjög gaman og ég söng lítið jólalag. Ef þið kunnið dansinn, þá megið þið auðvitað dansa með mér. Fyrir jólin finnst mér svo mikilvægt að drífa. Fyrst þau mega koma þegar
var orðið hreint og fínt í hellinum mínum. Nú átti ég bara eftir að baka piparkökur. En áður en ég komst inn í eldhús að baka piparkökurnar kom snjókorn hlaupandi inn í hellinn minn. Hún hafði verið út að leika sér í snjónum og var allir rennandi blaut og drullu skítug. Hún hristi sig alla til alveg. Svo snjórinn, hann spýttist allan hellinn og allt sem ég var að þrífa var orðið drullugt aftur. Nei! Snjókorn, ég var að þrífa! Ég tók kettlinginn í fangið og hún var ísköld. Svo ég bjó hana undir tandurseinni sænginni minni. Jæja, það verður bara að hafa það. Það verður þá bara skít út á jólunum, en ég ætla samt að baka piparkökur. Jólin geta sko ekki komið nema ég baki piparkökur. Heyrðu, ég ætla að syngja lagið hvernig ég ætla að baka fyrir jólin og þið megið sko alveg dansa með og syngja ef þið viljið. Fyrir jólin finnst mér svo mikilvægt að baka. Fyrst þau mega koma þegar ég búin að baka. Ég flýt sem mest ég má og jólin ekki þjóti hjá. Baka, 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 vó! Nú mega jólin koma því að ég búin að baka. Nei, pípakaka, ekki! En það var orðið of seint. Hún pípakaka. Hún stóð yfir piparkökudeginu og pissaði ofan í degið. Pipakaka! Nei! Ég get ekki borðað pissublautar piparkökur. Oj! Ég tók piparköku í fangið og hendi piparkökunum í ruslið. Eins gott ég ruglaðist ekki á piparköku og piparkökunum. Þá hefði ég hent kettlingnum í ruslið og væri að knúsa pissublaut piparkökudeg. Jæja. Það verður þá kannski bara skít út og ég fæ engar piparkökur. Ég ætla samt að skreyta. Jólin geta sko ekki komið nema ég sé búin að skreyta. Ég náði í risastóra jólatréð og ég setti á það alls konar lituð jólaljós og það var svo gaman að skreyta. Viljið þið kannski skreyta með mér? Ef þið viljið, þá megið þið sko dansa með mér. Þetta nefnilega lagið allt sem ég geri fyrir jólin. Fyrir jólin finnst mér svo mikilvægt að skreyta. Fyrst þau mega koma þegar ég búin að skreyta. Ég flýti sem mest ég má og jólin ekki þjóti hjá. Skreyta, 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 vó! Nú mega jólin koma því að ég búin að skreyta. Vó, það var alltaf verða tilbúið. Það eina sem eftir var að setja stjörnuna á toppinn. Ég tók könnuna af stólnum, klifraði sjálf upp á stólinn og teygði mig yfir jólatréð en nei! Stjarnan ekki! Sko ekki jólastjarnan heldur kötturinn. Hún hafði hringað sig utan stólinn og fellt hann koll svo ég datt með öllum mínum tröllaþunga ofan á jólatréð. Ljósin og jólakúlurnar og jólatréð brotnaði allt og það allt ónýtt og ég er bara búin að eyðileggja jólin. Hvað það, skjóða mín? Hvað þetta sem ég heyri að þú búin að eyðileggja jólin? Pabbi, það allt ónýtt. Ég er ekki búin að, það er ekki hreint og ég er ekki búin að baka piparkökur og það er ekki einu sinni jólaskraut, það er allt ónýtt, það er allt í rúst. Skjóða mín, ætli jólin komi nú ekki þrátt fyrir þetta allt? Nei, pabbi, ekki jólin mín. Það er þrennt sem ég geri fyrir hver einustu jól. Í fyrsta lagi þríf ég hellinn minn, í öðru lagi baka ég piparkökur og í þriðja lagi skreyti ég allt. Og ef það er ekki búið, þá geta jólin ekki komið. Skjóða mín. Jólin snúast ekki það hversu hreint heima hjá þér. Nú, eða hversu margar piparkökur þú borðar. Eða hvort að allt sé þakið jólaskrauti. Nú, hvað meinarðu, pabbi? Skjóða mín. Jólin snúast það að njóta jólana með fjölskyldunni sinni. Alveg sama hvað. Og alveg sama þú sért kannski í sóttkví núna. Þannig ég að bæta við út að ég er í sóttkví núna og mér vantar kannski pínu að pabbi huggi mig. Þó þú sért í sóttkví núna, elskan mín, þá getum við nú bara hist í tölvunni og spjalla saman og það verður bara, við finnum bara nýjar leiðir til að hafa gaman, skjóða mín. Þetta verður allt í lagi. Það snýst bara að slaka á og njóta jólana. Já, pabbi, ég get líka notið þess til dæmis að knúsa kettlingana og
Og ég get líka notið þess að hugsa alls konar góðar minningar og búa til nýjar og bara finna eitthvað kósí að gera, til dæmis horfa á jólamynd eða ég get hort á allt jóladagatalið mitt og hurðarskellis þegar það eru búið 24. desember. Ég hef svo margt skemmtilegt að gera. Já, skjóða mín, einmitt að gera að njóta jólana. Það nefnilega það sem mestu máli skiptir, krakkar, að njóta jólana og gera bara það besta úr því, alveg sama hvað gerist. Og sjá, og þá ætla ég að syngja fyrir ykkur annað lag, eiginlega sama lag, sem samt aðeins öðruvísi. Því þetta það mikilvægasta fyrir jólin. Fyrst og fremst á verðum við jólana að njóta, fögnum því að saman við fáum þeirra að njóta. Nú skulum bara slaka á, svo jólin ekki þjóti hjá, faðma, knúsa, kissa, flissa, vá! Nú eru jólin komin og við skulum þeirra njóta. Ég veit hvað við getum gert. Við getum notið jólana saman. Ég og þið og hurðarskellir og langleggur og allir bara. Við getum farið í bingo. Það mjög skemmtilegt. Ég þarf ekki einu sinni að vera þarna hjá ykkur. Ég get verið hér á leynistaðnum mínum eða inni í sumarbústaðnum og við getum öll verið saman í bingo út allt land. En skemmtilegt. Sjáumst eftir smá. Sjást ég? Skjóða mín, sérðu þú mig? Hún sé mig öll á eftir. Hæ, kæru vinir. Hæ! Sérðu mig, skjóða? Allavega, kæru vinir, ég heiti Harry Potter. Nei, ég að grínast. Ég að sjálfsögðu hurðarskellir. Eða DJ Hurði. Ég nefnilega orðinn rappari. Það nefnilega og þetta hann bróður minn, hann Langleggur. Hann sko tónlistarsnillingur. Og ég málið að ég orðinn rappari Langleggur. Og ég orðinn bara J-O-L-A, það jólapíla, ekki vanda krakkapíla, bara góða. Jólasveinninn okkar, og hann okkar. Já, flott hjá þér. Það ekki? Já. Herðu, en skjóða mín, heyrið þú í mér? Hún einhvers staðar þarna, ekki? Já, ég heyri þér. Já, núna heyrði ég í þér. Herðu, ég nefnilega að spá í... Nei, ég heyri ekki þér. Já, ég heyri þér. Við erum aðeins að stilla teknina, Þetta er nefnilega svo skemmtilegt að núna hægt að tala saman bara þó að maður sé upp í sumarbústað. Þetta alveg stórmerkilegt. Mjög skrítið. Má ég sjá. Ég að gera bingoið tilbúið. Það nefnilega ég hérna með bingospjald og það verið svaka vinningar og herðu, á meðan það verið að reyna að finna skjóðu og koma henni í mynd og svona, eigum við kannski að taka eitt lag. Hvernig væri það? Ég nefnilega með eitt lag í huga, Nú? Þetta er spennusaga. Já, hún gerist í skóginum og það er veiðimaður og það er hérna kofi og það er héri og það er jólasveinn. Já. Og það kemur alveg svona, í laginu kemur alveg veiðimaður skítur mig. Það en talað skít, hvað er klóstið? Klóstið? Ég að grínast. Þetta er bara svona orðaleikur. En við erum sem að fara að spila bingo. Já, tökum lagið, heitir Í skóginum stóð kofi einn. Í skóginum stóð kofi einn, satt við gluggann jólasveinn. Þá kom lítið héraskinn sem vildi komast inn. Jólasveinn, ég traust á þig, veiðimaður skítur mig. Komdu litla héraskinn, því ég er vinur þinn. Hörðu, svo annað erindi. Það einhvern svona. Veiðimaður kofan fann, jólasveininn spurði hann. Hefur þú séð héraskinn, hlaupum hagandi? Þá sagði jólasveinninn, hér er ekkert héraskott, hafa skaltu þig á brott. Veiðimaður burtu gekk og engan héra fékk.
Og hérinn slapp bara lifandi frá öllu saman og allir fóru bara heim og fengu sér hamborgara, hrygg og rjúpu Og hérasteik. og hér, já. Nei. En allan þessi hér slapp. Já, hans. En maður sjá, Andrea, ert þú komin í heyrðu mér? Andrea aðstofamaðurinn minn. Andrea aðstofamaðurinn minn og ég er fullt af aðstofafólki hérna. Já. Ok, það komið þarna og skjóða og langleikur, heyrðu þú í mér langleikur? Já, það er bara mjög skýrt og vel. Já, þú ert ekki alveg við hliðina á mér, sko. Já, og skjóða? Já, ég heyri í þér. Heyrir þú núna í mér? Já, ég heyri rosalega vel í þér. En svakalega gaman að sjá ykkur. Já, sömuleiðis. Ég á skjánum líka því að þau heyri í mér, en ég heldur sjáum mig ekki. En það heyrist í þér, eða ekki? Jú. Nennir þú að útskýra fyrir þeim hérna hvernig maður skráir sig og allt þetta? Já, ég skal sko útskýra það. Þau fengu senda link fyrir bingospjöldunum. Já. Og það svo bingospjöld. Og við mælum alveg sterklega með því að þið horfið á okkur á einum skjá og spilið bingo á öðrum skjá. Já. Til dæmis horfið á eitthvað svo hafið síma til þess að merkja inn tölurnar ykkar. Og þegar við byrjum að spila bingoið, þá ætlum við að segja ykkur hvað tölur eru komnar og þið merkið og ef þið eru komið bingo, þá ætlum þið að senda mér SMS. Það er pínu gamaldags, maður sendir svona text og skilaboð í síma og þá sendir maður það í númerið 699 3993 og það er sími sem ég er með hérna hjá mér. Svo að ég geti séð, þessi er kannski með bingo og í SMS-i ætlið að senda, þetta er mjög mikilvægt, hlustuðu nú vel, þið verðið að senda nafnið ykkar og númerið á bingospjaldinu. Þá getur hurðarskellir farið í tölvuna og skoða bara, heyrðu, er þetta vinningur, er þetta bingovinningur? Og sagt bara já, skjóða, heyrðu, þessi með bingovinning, þá skráði ég það hjá mér, sko. Og svo ef það er sko allir sem að vinna bingo sem fá vinning í dag. En það fær bara einn aðalvinningin sem vinnur hvert bingo. En hinir fá allir aukavinning. En engar áhyggjur, allir vinningarnir eru rosalega góðir og við ætlum að senda þá alla upp að dyrum. Þannig að ég tek niður nöfnin og svo, þegar að bingo er búið, þá má senda skilaboð á rafís@rafís.is bara hæ, heyrðu, þetta er Aron hérna, ég var að vinna 6.000 króna gjafabréf í spilavinni, það er kannski best að þú sendir á þetta heimilisfang, skilji. Já. Og það eru sko, aðalvinningarnir eru 6.000 króna gjafabréf í spilavinni og aukavinningarnir eru 3.000 króna gjafabréf í spilavinni. Wow! En ég er sko í sóttkví og þess vegna er ég í bústaðnum ömmu minnar, eins og ég sagði ykkur daginn, lengst upp í fjalli, sko. Það er reyndar alveg mjög góð. En hjá ykkur í Reykjavík og út á landi og út allt. Sko, hérna allan hjá mér og langbróður mínum er bara rosa stemming, en hvernig er stemmingin heima? Er ekki allir bara maður rétti tvenn sem er í svaka jólastuði? Já, það er allir jólastuði, sko. En skjóða, ég var að spá í einu, eigum við þá ekki bara að byrja bingoið? Mér líst mjög vel á það. Og hurðarskelli? Já. Fyrst að ég er lengst í burtu og angleikur. Hæ, fyrst að ég er svona lengst í burtu frá ykkur, má ég kannski fyrst velja hvaða röð við spilum? Já, skjóða mín, það er ekkert mál, sko. Hvað skjóða? Mér finnst alltaf best að byrja á byrjuninni. Já, byrjunin er bara mjög góð stað til að byrja á. Já, og allar góða sögur byrja á byrjuninni og ég held að þetta bingo ætti að vera eins og góð saga. Byrja á byrjuninni og byrja á byrjuninni bara B því að byrjunin á bingo er B. B-E-N-G. Já, B eins og í bjúknakrækir. Já, og B eins og í bollur. Og bulsa. Bingo. Bulsa? Ekki bulsa, ekki bulsa. Bulsa! Hvað fyndið? Hörðu, að ég sko... Hæ? Þetta er kannski ekki alveg svona fyndið. Jó, þetta var mjög fyndið. Nei, allt í lagi.
Herðu, ég kom með fyrsta B, ég bara tilbúinn, þegar þú ert tilbúinn, þá ég sko algjörlega tilbúinn, eða ready, eins og maður segir á ensku. Ég bara orðinn svo góður í útlensku langleiku, ég stundum bara bonsu, madame bonsu, monsieur, comment allez-vous, ég bara fara að læra alls konar tungumál. Veitu, ætti að fara að byrja eða ekki? Já. Skjóða, ert þú tilbúinn? Ég er tilbúinn. Og allir sem eru heima tilbúnir, því fyrsta talan að detta í hús, og hún er B14. B14. Já. Það lega fólki svona að kynnast þessu aðeins svona. Eru tilbúin? Það er komið að næstu tölu. Og þessi tala er nefnilega stór skemmtileg, því hún er B15. B15. Má ég sjá. Þá er komið sko B14 og B15. Og við bara vindum okkur í næstu tölu. Og hún er B5. B5. 5. Má ég sjá. 14. Þá er komið að næstu tölu. Hún er tilbúin. Ég ætla að fara við tölunar, það er B14, B15 og B5. Það eru komnar. Og þá er komið að næstu tölu. B10. Herðu, þá gæti mögulega einhver fengið bingo bara næstu það ekki? Já. Er það ekki? Jú. Er það ekki 1, 2, 3, 4? Er það ekki? Jú. 1, 2, 3, 4, 5. Eru það skellir? Já. Og langleikur? Já. Samkvæmt mínum útreikningum, Já. þá eru 5 tölur sem að maður þarf til þess að vinna bingo á reit B. Já. Og þar af leiðandi er það ég að segja, ég er sko sammála ykkur. Já. Hjartanlega saman að gæti einhver verið komið bingo. Þannig að ég sitt sem föstust við síman og athuga, ætlið því að senda mér SMS í 69933 og segja, heyrðu, ég vann bingo, ég heiti, eða það má líka segja bara, bingo, nafn og númer á spjaldinu. Eftir næstu tölu. Já. Þannig að núna er ég að fara að koma með tölu sem gæti mögulega verið bingo vinningur. Spennandi. Hún er B1. B1. Eru komið bingo? Það er spennt eftir því að það komi kannski bingo, en vitið þið hvað? Hvað? Að ég var sko ekki í morgun af því ég mista morgunmatnum út af ég er þið vitið í sótkví og þá langaði mér svolítið að segja ykkur vitið hvað ég fekk í skóinn frá Stekkjarstaur. Kartöflu. Nei. Ég var sko engin leiðindaskjóða í gær, ég var sko send í sótkví og ég sagði bara já, auðvitað. Já, en ég elska kartöflu sko. Það er uppáhaldið mitt. Já. Kartöflur eru mjög hollar Já. og mjög Já. en ekki hvað þýðir að fá kartöflu í skóinn? Já, nammi namm. Óþekkur. Ég fekk sko mandarín í skóinn, ég elska mandarín. Já. Ég held að þið megi draga eina tölu í viðbót, það er ekki komið neitt SMS bingo. Já, hörðu, hvað er númerið var verið að spyrja? 6993993. Bingo, númer á spjaldinu. Ég þarf að skrifa þetta. Ég þarf ekki að skrifa þetta, ég er ekki í bingo. Næsta. Þannig að segja númerið einu sinni enn? 6993993 og ég er líka búin að skrifa það í spjallið en ef þið sjáu ef þið eru að horfa þá er spjallið við hliðina á YouTube-inu þá er spjall þar og það er hægt að spyrja mig spurninga þar er ég búin að skrifa símanúmerið nokkrum sinnum og núna stendur það líka á skjánum fyrir neðan hjá öllum 6993993 Já. Má ég sjá Þá förum við bara í næsta númer. B7. Ó, nú er þetta orðið spennandi, sko. Nú er þetta orðið svo spennandi, sko. Vil ég sjá hvað ég er spenntur?
Ég hvað ert spenntur eitthvað. Ég veit það. Ha? Ég er alveg svona spenntur. Hvað ert svona spenntur? Af því það getur verið komið með bingo. Já! Hrúðskellir. Já. Hrúðskellir. Veistu hvað ég er spennt? Nei, má sjá. Ég er alveg svona. Vá, þú ert alveg eitthvað óvennilega spennt. Hrúðskellir. Veistu hvað ég er samt í alvörinu ótrúlega spennt? Nei. Ég er alveg svona. Já. Veitu hvað ég er spenntur? Já, má sjá. Já, svona. Já, þetta er alveg svakalega spenntur. Mikið spenna. Það er... Sjáðu. Zzz, það er svona. Zzz. Við erum öll svo spennt. Já. Er ekki komin upp bingo? Nei, ég er ekki búin að fá neitt SMS. Ok, maður sjá, við dröfum bara næstu tölu, sko. Hún er komin. Hún er B. 12! B12! Það er sko komið hérna. Það var sko komið 14 og 5 Og 10. og 10, já, og 1 og 7 og 12. Já, er enginn að fá bingo? Það er enginn að Ég við. get ekki að neitt bingo eins og er, sko. Það er bara sko, ég er svo ánægð með vinningana, það er ekki svo gaman að fá spil. Það komið bingo! Hæ? Það er komið bingo. Ég skal sko segja ykkur það. Það er hún Rakel Björk Gunnarsdóttir með spjald númer 753. Nú fer allt í gang, alla bingo vélarnar sko. Heyrðu það skellir, þú verður að athuga þetta mál, spjald 753. Þetta er mjög spennandi. Það er ennþá bara eina SMS sem er komið. Hún er svo eina sem er bingo sem ég veit um. Sjö, 14, 10. Maður sjá. B, það er sko 7 þarna og 14 og... Já, það er bingo! Til hamingju! Rakel Gunnarsdóttir 6.000 króna inneign í spilavinni og getur keypt þér einhvern veginn spil eða púsl eða eitthvað sem þið langar í kannski slím eða vitið þið hvað, ég elska sko spil og alls konar púsl og þú getur bara nálgast vinninginn með því að senda bara tölvupóst á rafís@rafís.is og hann verður bara sendur upp á dyrum. Og það er það sko að kaupa alls konar spil í spilavinnum og það er svo gaman að vera bara með svona samveru þar sem fólk getur verið saman og spila. Maður sjá Já, og við skjóða. Er það skilli? Já. Já, veistu að það er líka ef maður býr út á landi og fær gjafabréfi sent heim þá getur maður líka versla bara í netversluninni með inneignarbréfinu. Þannig að maður þarf ekki einu svona að fara í búðina ef maður kemst ekki. Nei. Það er mjög sniðugt. Til dæmis ef maður er í sóttkví eins og ég. Já. Þá getur maður bara verslað heima. Það er svakalega sniðugt. Mjög. Já, en skjóða, ekki fara að eyða of miklum peningum hana í sótkvíni. Herðu, maður sjá, eigum við ekki bara að leggjast í næsta, hvað er næsta bingo? Jú, núna þurfum allir að íta á hreinsatakkan. Hreinsa spjaldið. Allir sem er að spila heima, að hreinsa spjaldið. Það er svona lítill takki fyrir ofan eða neðan bingospjaldið. Það sem getur hreinsað spjaldið, svo þau getur byrjað að krossa aftur. Ok, eigum við ekki bara að spila næst? Gerum Mér og finnst tökum 5 tölurnar bara dálítið hratt. Mér finnst við eitthvað að spila L. Sko, það er stafurinn minn. Getum við ekki gert það? L? Sko, þá verðum við að breyta einu stafnum í sko... Nei. Herðu, hugsaðu bara Já. Og svo annað hérna, þá er það eins og L. Já, það er alveg eins og L. Já. Þannig að við bara spilum Já. Skjóða, ert þú tilbúinn? Ég er tilbúinn.
Fyrsti stafurinn í er 20. I20. I20? Já, I20. I20. Hörðu, maður sjá, sko, þegar ég horfi þarna á mig á skjánum, er ég þá ekki eins og danski fáninn? Jú, svolítið. Og svo ef ég horfi betur á mig, þá gæti ég alveg verið svona COVID-pinni. Svona COVID-jólapinni. Þetta er nú að fyndast það sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Þetta er nú kannski ekki alveg svona fyndið. Nei. Herðu, en á segu, það er komin nefnilega annað í. Já. Það er í 18. I18. 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 Er komið bingo? Nei, það er bara komið 2 tölur. Já, en er komið bingo? Nei, ekkert, við erum samt í bingo. Já. Maður sjá. Spennan er óbærileg. Við erum bara ekkert að, það er bara komið 2 tölur og við byrjum bara á einni. Það er í 20. Það var komið. Já. 16. Það var komið í 20, í 18 og í 16. Næsta tala er í 17. Í 17. Þá gæti mögulega eitthvað fengið bingo í næsta. Núna. Ég get ekki beðið lengur, við bara förum strax í hana. Það er í 30. Skjóða, þú verður að segja mér að það kemur bingo. Ég verð að segja að það kemur bingo, 699 39 93. Ég var að fá fréttir. Já. Já, kæru gestir, þetta er Skjóða sem talar hérna úr sumarbústaðnum hjá ömmu sinni. Ég er með eldheitar fréttir, alveg eins og ég væri með eldheitar lummur, bara fréttir. Já. Og að netfangið sem þið ætlið að senda á ef þið fáið vinning er ekki rafís@rafís.is. Heyrðu, það er sko rsi@rafís.is. Næstu því eins. Ég skrifaði það líka hérna við hliðina. En það er ekki komin eitt bingo svo ég held við mig draga 1 og 2 viðbót. Við þakkum Skjóðu Grýludóttir ferlega þessar upplýsingar. Hún er stödd í bústað hjá ömmu sinni. Herðu, maður sjá, það er komið á næstu tölu. Í 22. Í 22. Nú er komið bingo, ég finn það á mér. Hvernig spil? Huldaskjöldi? Já. Huldaskjöldi? Já. Hún er húta amma þín. Já, ég var bara svona að reyna að vera fréttamaður á móti þér. Þetta var Skjóða Grýludóttir sem talar úr sumarbústað ömmu sinnar. Já, það er mjög fyndið. Það er mjög fyndið og það er ég. Skjóða! Þetta er ekki alveg svona fyndið. Sko. Herðu, á ég að segja ykkur, þetta er bara oft svona í fréttatímanum að þeir eru svona, Skjóða, þú verður að þykjast þér að hafa samband við mig að ég sé að fara að segja það frétti, prófaðu svona, nú er Huldaskjöldi staddur hérna á Austurvelli og ætlar að segja ykkur svona, ég ætla að segja ykkur hvernig það er. Já, gaman að sjá ykkur, ég er úr fréttastúdíói Skjóðu úr Guggömmubústað, ég ætla að gefa boltan yfir til Huldaskjöldi sem er staddur á Austurvelli. Huldaskjöldi, þú ert ekki á Austurvelli? Nei, það var staddur á YouTube, hann er staddur á YouTube akkurat núna með langleiki bróður sínum yfir til þín, Huldaskjöldi. Jú, þakka þér fyrir, Skjóða, það tekur alltaf bara 5 mínútur að komast yfir.
Samt sko hægt að hringja í geimstöðina sem bara upp í geimnum. En þess að hringja bara frá fréttastofunni og niður á næsta stað, það þetta bara... Jú, já, takk hérlega fyrir þetta. Það gengur ágætlega í... Herðu, en höldum áfram, var ég búinn að segja... Við meðum draga aðra tölum. Já, hún er komin, hún var svo löngu komin. 23. Já, það eru 4 svona og svo svona. Herði, ég get náttúrulega sýnt allir á mér. Það eru 10 þar, þá er 5 hérna og 3. Og það er bara 5 þær viðbót, þá getur sýnt allir og þá er... Nei. Þetta er óflókið. Er komið bingo? Það er ekki komið neitt bingo en þá... Samt eru komnar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Það komið bingo! Það komið bingo! Það er hann Jóhannes Gunnar Jóhannesson sem er með bingo. Spjál 535, hurðaskettir. 535. Já, hann er með bingo! Ég ætla þá að tilkynna hér með að Jóhannes, þú hefur unnið 6.000 krónu gjafabréf í spilavinning og þú færð það sent upp að dyrum. Það eina sem þú þarft að gera er að senda tölvupóst á rsi@rafís.is og þá sendum við þér það heim að dyrum. Dyrum. Jú, þakka að kærlega skjóða fyrir þetta og þá förum við bara að vinda okkur strax í næstu bingo sem er N. Eins og í nammi. Eins og í langleggur. Nángleggur. Langleggur. Já, og eins og í náttföt. Og næs. Já. Og nýpa. Já. Herðu, höldum áfram. Maður sjá, ég ætla að enduræsa hennar. Ég er orðinn svo góður á tölvu, sko. Ég get bara hérna, svona sjáu, svona start game. Það er að fara að spila. Skjóða, ert þú tilbúin í nammi? Ég er tilbúin í nammi og vitið þið hvað sérstakt við N-röðina? Það þarf bara 4 tölur til að vinna. Já! Hörðis, langur sérðu, það er bara vantar alltaf einn af þeim miðjunni á bingospjaldinu. Hvað, glemdist að setja hann? Já, sá sem sko fann upp bingoið, Já. hann nefnilega var eitthvað að gera og hann sofnaði akkúrat þegar hann átti að vera að gera það. Held ég. Það er frekar sorglegt. Það er svona margt sem ég held sko, sem ég segi oft svona en ég er ekki alveg með á hreinu. Nei. Eins og til dæmis, ég held til dæmis þegar 2 appelsínur eignast barn, þá eignast þær mandarínu. Ég hef bara búinn að heyra þetta, ég veit ekki hvað það satt. Enni, ok. Fyrsta N-ið er komið. Fyrsta nammið er komið og það er nammi N39. N39. Enginn kom með bingo? Hurðaskettir. Það var 4 tölur langleikur. 1, 2, 3, 4. Ég skil ekki hennan leik, sko. Nei, ég Allt of flókið. Hvað segir þið skóðin mín? Með hugmynd. Já. Drugum bara núna svolítið hraðabingo og tökum bara 3 tölur í enninu svolítið hratt. Já, ég er alltaf til í svoleiðis, sko. Þá gæti einhver komið með bingo. Ok, fyrsta talan, hún var sko N39. Og núna kemur N32. N32. Og næst kemur N41. N41. Næst kemur N44. N44. Ok, nú verðum við að slaka. Vá, ég var svitnaði vita, sko. Þetta var bara, þú veist, það er komið þá allavega N39, N32, N41 og N44. Það er eitthvað komið með bingo eða? Ekki ennþá. Ég er að skrifa tölundar hérna ef þið viljið kíkja á spjallið. Já. Þá eru tölundar líka. Ég sé spjallið hérna. Já, það er spjallið hérna í liðinni. Ég skrifaði N39, 32, 41 og 44. Nú fylgist ég sko spennt með SMS-skilum. Já, mér ertu ekki alveg að horfa á símann. Við horfa hann á hann, sér svona. Já. Herðu, sko, hérna, ég hef ekki að segja aðeins betur frá hérna jóladagatalinu og... Nei, gerum það eftir.
höldum áfram, við ætlum að fara í aðra tölu, því það er N, nammi, 37. N 37? Já. Það að skrifa það líka hérna. Ég sko alveg bingo stjórnunin hérna upp í bústás. Já, þetta er mjög flott hjá þér, sko. Þetta gengur bara ágætlega með að þú sért þarna í öðrum landshluta. Já, veistu hvað, Hurðaskellir? Já. Ég veit að það eru margir sem eru að horfa núna, sem hafa örugglega lent í sóttkví. Já. Og kannski einhverjir sem hafa lent í einangrun. Þannig að þeir vita alveg hvernig það er og veistu það, þetta er bara mjög fínt og kósí hjá mér og það er rosa gott þegar allir eru að hjálpast að, svona saman. Já. Maður getur bara ákveða líka. Maður getur ákveðið, ætla ég að hafa leiðilegt í sóttkví eða ætla ég að hafa gaman í sóttkví. Þetta er alveg eins og þegar maður er á morgnana, þegar maður vaknar og fer í daginn, þá getur maður hort í speilin og sagt, hæ, ég heiti Hurðarskellir og ég ætla að vera glaður í dag. Eða maður getur vaknað og hort í, þetta er glata, og farið bara hútnið í daginn. Maður getur bara ákveðið að vera glaður eða ekki. Ég er sammála því. Heyrðu, Hurðarskellir, dragðu aðra tölu fyrir. Nei, ekki draga aðra tölu. Það er komið bingo. Það er hann Mattías sem er komið með bingo. Já. Og bjaldið hans er númer 721. 721. 721. Það er rétt! Það er rétt! Dásamlegt. Alveg svo. En skemmtilegt. Hérna vantar tölur, sko. Hérna, já, það er hérna. Nú er þetta þá vitlaust. Nei, í enninu. Þetta er flókið, sko. Erfitt. Þetta er mjög erfitt. Ég held að... Mattías, þú hefur unnið 6.000 krónu gjafabréf í spilavinni og það er bara að senda tölvupóst á rsi@rafís.is og senda þinn heimilisfangið og þú farið að senda heim upp á dyrum. Þetta er frábært, sko. Þetta er frábært. Herðu, en eigum við það ekki bara að fara strax í G? Það er líka, það er minnstafur. Langleggur, sko. Langlegg, Já, það er 3, sko. Herðu, langleggur er eiginlega bara búinn að vinna bingóið. Hann er með öll G-in í sínu nafni. Maður sjá. 4. Hérna. Og við ætlum að fara í langleggur, G. Það er... Skjóða, ert þú tilbúinn? Ég er tilbúinn. Þá kemur fyrsti stafurinn og hann er 47. G eins og í langleggur, 47. Eða þú veist, það eru 3 G í langleggur. En það byrjar ekki G, það byrjar á L. En þetta er G 47, svo ég flækit ekki meira. Spennandi. Já, ég dreif bara næsta stað, ég var að býja þetta ekki bingo. Herði, G, eða eins og gluggagær, 50. G 50. G 50. Og við erum nú ekkert að hamsa við þetta, kæru vinir, því næsti stafur er G 55. G 55. Hei, veistu hvað það er? Hei, veistu hvað 55? Það er sko 55! Það er rétt. 55. Herru, það var einhver að skrifa þarna, ég vona að Grýla éti mig ekki. Kannski á Abba pizzasneiðið eitthvað sem var að skrifa. Eru pizzasneiðið farin að skrifa skilaboð? Eru þær að spila? Hún elskar pizzur, veit ég, sko. Það er maður að sjá. Það er nefnilegt að fyndi ef að pizzasneið væri að spila bingo. Bara já, ég er pizzasneið, ég ætla að skrifa, ég ætla að Grýla éti mig ekki. Heldur að pizzasneiðar vilja ekki láta éta sig? Jó, það elskar það. Það er elskað að éta sig. Það er G58. Það var bara eina tölu og þá gæti einhver verið komið með bingo. Já, sem er svo merkilegt af því hún er að koma núna. G56. Hurðaskellir. Var ég búinn að klára að segja þér almennilega áðan hvaða var sem ég fekk í skóinn, af því ég fekk ekki kartöflur? Nei,
Hvað gaf hann þeim stekkjarstaur í skóinn? Stekkjarstaur, hann gaf mér sko mandarínu. Ég veit að skjóða mig, ég veit að þú elskar mandarínu. Enda mandarína eiginlega besta namið. Þetta besta íþróttanamið í heiminum. Já, nema kartafla síðan. Já. Kartafla... Já, sko langlega handafisk kartaflur mjög góðar. Ég rugglast alltaf. Þar eru mjög góðar, Komið bingo? Komið neitt bingo, ég var að draga aðra tölu. Já. Við erum ekkert að hamsa við þetta. G46. Ég vissum að það hafi einhver verið heima að hugsa ég vona að það skilja segja G46, ég vona að segja 46 og núna bara bingo, það drífa sig að skrifa skilaboð til mín og ég bíð eftir skilaboði sem stendur bara bingo en það ekki komið. Hérna skilji? Já. Komið bingo? Núna þá, á meðan við erum aðtökað einhver sem bingo að segja hans frá jóladagatalinu. Já, ég segi ykkur, kæru vinir, ég nefnilega og Skjóða, systir mín, við erum orðin movie stars, eða TV stars, sjónvarpsstjörnur. Það nefnilega þannig að við erum sko hérna með jóladagatal hurðarskettis frá Skjóði, en við erum að búin að vera með það í 8, 10, 20 ára eitthvað og maður getur séð það á YouTube. En núna í ár, þá erum við með það í sjónvarpi Símans, Fjársjóðsleitin. Og ef maður ekki með sjónvarp Símans, þá getur maður séð þættina bara inn á samgöngustofa.is. Því þar það sko ókeypis að horfa á það á YouTube. Og hérna, sko, það nefnilega þannig að þetta sko, þetta svona smá, þetta Fjársjóðsleit, en sem líka að kenna og fara yfir umferðarreglunar. Og vitið hver kennarinn? Það mamma okkar, hún Grýla og hún Já, og vitið hvað Grýla mamma gerir eiginlega alltaf í umferðarskólanum? Hún alltaf að prumpa! Það svakalegt langlökur, hún alltaf að prumpa. Hún rosaleg. En hérna... Það ekki eitthvað bingo, þannig eigum að draga eina tölu í viðbót. Já. Að sjá. G eða langlökur 52. Já. Veistu hvað? Hvað? Hún Valgerður var að senda okkur skilaboð og hún var að segja að jóladagatalið okkar væri mjög skemmtileg. Harðu, hvað þáttur kominn? Þátturinn kominn þar sem við erum að, hérna, ég segi ekki meir. Ég held að við höfum... Hæ? Bingo! Þessi hlutur að skrá sig bara verið númer 8. Það bara 008. Það hann Hjörtur Steingrímsson. Ég sko að skrifa niður nafnið. Harðu, hann með bingo! Með bingo? Já. Þú með bingo, við erum aðeins með grannar hér bingo. Já, það bingo. B-I-N-G-O, já, það bingo. Það komið bingo. Bingo. Ég sko búinn að vera að æfa mig í rappinu og ég líka búinn að vera svolítið að æfa mig í öllum þessum, sko, þegar ég var fyrir mörgum árum, þegar ég var nýbúinn að læra að heilsa, að þá kom hérna Gimme 5. Og þegar ég var nýbúinn að læra Gimme 5, þá kom Klessan. Og þegar ég var nýbúinn að læra Klessan, þá kom Dab. Og þegar ég var nýbúinn að læra Dab, þá kom Floss. Það kom alls konar annað, það kom eitthvað hérna. Og núna eitthvað, sus. Ok, ég get ekki meir, sko. Ég verð bara að hafa Klessan. Það auðveldast. En hörðu, Skjóða. Ég held að það sé bara öruggt að tilkynna að hann Hjörtur Steingrímsson búinn að vinna sér inn 6.000 króna gjafabréf í spilavinnum. Það eina sem þú þarft að senda tölvupóst á rsi@rafis.is og þá getur skrifað heimilisfangið hvert á land sem og þú fær sko gjafabréfið sent heim að dyrum. Þetta mjög spennandi og þá held ég að við getum bara brunað beint yfir geðið og bletta á óinu og bara spila á. Þannig að allir hreinsa spjaldið sitt núna, ít á takkan, hreinsa spjald, easy peasy. Allir hreinsa spjaldið sitt og svo allir við að spila ó. Yfir til þín, hurðaskellir, hérna úr sumarbústaðnum.
Jú, þakka þér fyrir, skjóða. Við byrjum að spila óið og það er fyrsta tala í ó, eins og í omeletta, er 66. Þjóðvegur 66. Já, Og 66 og 67. 67. 66, 60, það er hlið við hlið. 60. Þá er komið 66 og 67. Næst er 74. 74. Mér finnst svo gaman í bingo, en það að vera bingo, sko, skilja, þetta er svo stressandi. Ég er alveg svo spenntur fyrir ykkar hönd og ég vona svo að þið vinnu öll, en það ég veit að vinna ekki allir svona aðalvinningin. Það geta samt allir unni eitthvað og já, ég ætla að halda bara áfram. Hvað var ég búinn að segja? Ég var búinn að segja 74 á, þá er komið að næstu tölu og hún er mjög falleg þessi tala, því hún heitir O72, sem er jafn falleg og hinar tölunar, bara nefna hún var falleg. Herri, og maður sjá O72 og þá er komið sko, þá er komið 66, 67, 74 og fallega talan 72, sem er jafn falleg og hinar tölunar. Maður sjá, þá gæti ykkur mögulega verið að fá bingo núna sko. Núna þarf bara 5 tölur sko. Og ok, ég er tilbúið með hana. Langleikur, sérðu þetta? Nei, ég sé ekki neitt. Langar þig að lesa hana? Hvað sjá? Og næsta tala er 62. Og 62. Þá gæti einhver mögulega hugsanlega verið að koma með bingo. Já, mögulega hugsanlega. Okkar þig að nota tækifærið til þess að segja einhver frá því að hún Sigrún Hulda er mjög sammálinni Valgerði á þessu að jóladagatal okkar sé mjög skemmtilegt. Hún sko horfir á jóladagatal á hverju ári og er búin með þáttinn í dag. Og ég skal sko segja ykkur, við Hurðarskeytin erum nefnilega mjög góðar barnapírur. Við komum heim til ykkar í gegnum sjónvarpið, tölvuna eða farsímann með jóladagatal og þið getur bara sett börnin fyrir framan og við getum bara að passa þau þar. Alveg ókeypis á YouTube. Og ef að þið eru bara, já, ekki búin að horfa á alla þættina núna í ár, aftur og aftur, ég vildi að væri til fleiri þættir, þá erum við með 160 þætti, gamla þætti í viðbót, þar sem við erum að föndra á YouTube. Já, það er sko, við erum búin að föndra held ég næstu því allt sem til er í öllum Íslandi. Kannski ekki öllum... Í öllum heiminum. Ég ætla að segja öllum heiminum, en þá myndi ég eftir hana einu skrauti sem við erum ekki búin að gera sem er frá Sardiníu. Herðu, en allavega hana... Það er ekki komið, við megum draga þar á tölu. Hún er komin! 64. 64. Ég held allir að ég var farin í fílu. 64. Við bíðum aðeins. Þá býtum Við þurfum aðeins að bíða á meðan... Ef það er einhver sem voru að skrá sig einhverjir sem voru að koma í bingo eða voru kannski alls og seinir bara ég var að drífa mig inn að vera í kökuboði ég er að drífa mig inn í bingo þá ætla ég að fara yfir hvernig það virkar. Spjöldin ykkar, þið bara ítið á ef þið fáið tölunar. Ef þið fáið bingo þá sendið okkur SMS í númerið 699 3993 og í SMS-inu á að standa nafn og númerið á bingospjaldinu svo við getum athugað hvort þið eruð með bingo. Og ef þið eru með bingo, þá fáið þið sko vinning. Allir sem fá bingo fá vinning. Er enginn búinn að segja bingo? Ekkert SMS. Hæ. Gefum aðra
Ég er tilbúinn. Og 61. Nú ég næstu í vissum að það komi bara 5 bingo eða eitthvað. Þá draugum við þetta spjöldið. Á ég að sýna þér spilin sem ég er með til að draga hugskildir. Já. Og langlöfur. Ég er með svona dálítið skrýtin spil. Gettu hvernig þau eru í laginu? Ætli sé svona Ferkönduð. Já, ferkönduð með svona hérna og 2 hérna niðri og 1 þannig. Já. Og 4 svoleiðis. Já. Ég held að þannig. Er það rétt? Það er ekki rétt. Ég ætla að gefa ykkur vísbendingar til smá stund því að núna er komið bingo! Olé, 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 olé. Það er bingo á olé. Að sjá. Það er spjald 808. Það er hún Vigdís Anna Sigurðardóttir. Det er passe. Ja. Ég las það bara í Berlingske Tidende og það er bara rétt. Það er komið bingo. Það er komið bingo! Vigdís Anna Sigurðardóttir, þú hefur unnið 6.000 krónu hér í spilavinni. Þú færð það sendt heim að dyrum. Hvert á land sem sendir bara tölvupost á rsi@rafis.is með heimilisfangininu og þau bara redda því á mánudaginn. Ég verð nú bara að segja til innilega til hamingju allir sem hafi unnið klestan. Unnskildi og rangleikur. Já. Ég er Ha? að spá. Já. Ég er orðin svolítið óþreyjufull að ég er búin að sita og mér stundum dálítið erfitt að sita dálítið lengi og ég er alveg nokkuð viss að það eru sumir sem eru heima líka sem finnst dálítið erfitt að sita lengi og ég var að velta því fyrir mér hvort að ég væri kannski til í að spila fyrir okkur eitthvað jólalag sem að við getum ekki með heima og dansað og bara í smá jólastemmingu áður en við höldum áfram í bingo. Já, en skjóða, þú ætlaði fyrst að sýna okkur spilin. Já, ég bara sýn ykkur spilið, eru þið tilbúin? Já. Vá. Herðu. Ég hef aldrei séð svona spil. Nei, er það... Þetta er rosalega flott. Þetta er bara flottustu spil sem ég sé. Kannski hægt að kaupa svona í spilavinnu. Herðu, en við skulum bara vinda okkur í lag. Hæ? Ég sagði, ég veit ekki hvað þetta að kaupa, ég fékk þau bara í jólagjöf, ég fékk kett og spil eins og vanalega. Þau eru mjög flott. En við ætlum að vinda okkur í lag. Langleikur bróðir minn. Hvaða lag ætlum við að taka? Eigum við að taka eitt lag sem herðu, jólasveinar ganga golf. Það er sko nefnilega þannig að það er sko jólasveinar, vong. Það sjá svo margir fyrir sér að jólasveinar gangi svona, vong, vong, vong. En sko ég labba ekki svona. Nú? Nei, ég er orðinn movie star. Þá er ég alltaf svona eins og rauða dreiglinum sko. Maður sjá alltaf koma mér alveg fyrir. Stundum snýr mér svona við og lít svona yfir öxlina ef fólk vil taka mynd. Það sé mér baki að við svolítið svakalega á þessu. En svona, eins og kvikmyndastjörnur að gera. Já. En núna í þessu lagi þá ætlum við að gera saman. Og endilega þið sem eru heima, þið mér bara standa upp og dansa með mér. Jólasveinar ganga golf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar golf og flengir þá með. Upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Áttur.
Jólasveinar gangum gólf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og þykir þá með vendi. Upp á stól sendur mín panna, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Upp á stól sendur mín panna, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Bravo! Nota bene tutti frutti, lasagna, tortellini. Hörðu, á ég segja ykkur, sko, sumir segja gildanstaf og sumir segja gildanstaf. Á ég segja ykkur, það er bæði rétt, ég er búinn að googla það. Það má bara segja bæði. Ég er svo góður í tölvunni að ég ekki bara googla svona. Hörðu, skjóða! Skildi? Já. Já, ég er með hugmynd. Já. Eigum við að byrja aftur á B núna, af því að þetta var svo gaman. Núna er ég alveg bara uppfull af orku eftir að hrista mig aðeins til og dansa með þér og ykkur og eitthvað heima. Og ég er að spá hvort að við eigum kannski að taka eina svona hraðaröð, bara B, lesa fyrstu 5 tölurnar, bara brrr, þannig að allir þurfa að nota orkuna sem þeir voru að búa til með því að hreyfa sig aðeins og bara búm, bara dundra í B á byrjunni. Ég er tilbúinn, bíddu. Þannig að allir þurfa að hreinsa spjaldið, vera mjög einbeittir og tilbúnir þegar þú byrjar að lesa. Ok, er ekki bara B? Bara B og bara allir að einbeita sig núna, horfa á spjaldið og vera tilbúnir að bara bam, 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 bam. Þegar þú lest upp fyrstu 5 tölurnar bara búm. Tilbúinn, nú, B, 1, B, 5, B, 8, B, 9. Ok, bíðum aðeins, förum yfir þetta, B1, B5, B8 og B9. Þá er komið að tölunni sem gæti verið bingo, sem er B10. Er komið bingo. Það er Þetta er æsi spennandi. B1, B5, B8, B9 og B10. Það konast bara allt í röð. Maður sjá. B1, B5. Er enginn komið með bingo? Ekki komið með bingo ennþá. Maður þarf bara að senda SMS í 699-3993 með nafninu sínu og númerinu á bingospjaldinu. Og ef það eru fleiri en 1 þá get ég dregið með skemmtilegu jólagjöfinni minni sem ég fikk í fyrra. Það er enginn búinn að senda skilaboð, þannig að ég er að fara að vinda mér í B11. 8, 9, 10, 11. Já. Á meðan við leifum fólki að hvort það sé komið bingo á ég að skemmtilegt. Já, endilega, ég elska þetta skemmtilegt. Ég ætla að segja ykkur að hún Ísabella Diljá segir hæ hurðaskellir, kveðja Ísabella Diljá og Kristinn hann segir hæ hurðaskellir, kveðja Svanur Ingi og Rakel, Eva Rakel segir hæ Jólasveinn og Baldur segir halló hurðaskellir og Hólmfríður segir hæ skjóða og Hólmfríður segir ég elska þig, mig? Ó en fallegt. Ég elska ykkur líka öll, mér finnst þið frábært. Og svo biður Andri Gísli að heilsa hurðaskelli og hurðaskellir, þú biður auðvitað að heilsa öllum? Ég bið sko að heilsa öllum. Takk hérlega fyrir kveðjurnar. Kveðja hurðaskellir. Og Sóley er að senda jólakveðju á skjóðu og Baldur segir hæ hurðaskellir og Nathan Bogi biður að heilsa hurðaskelli og Ísabella segir hæ við Snædísi vinkonu sína. Það er alltaf að gerast á þessu spjalli sko. Og skjóða biður að heilsa öllum og svo byrja Karen og Patrikur líka að heilsa. Herðu, vá, takk fyrir kveðjuna kæri vinnir. En við getum... Það komið bingo! Það komið bingo meðan ég var að lesa kveðjur. Bingo er á spjaldi 481 og það er Bjartmey Ýr Guðmundsdóttir.
Það er rétt! Það kom bingo! Er komið bingo? Það komið bingo. Ég er að skrá allt þetta niður. Bingo. Bingo. Það þýðir að hún Bjartmey Ýr Guðmundsdóttir vinkona okkar er búin að vinna 6.000 króna gjafabréf í spilavinni í þessu skemmtilega hraf-b-bingói. Til hamingju með það og veldu eitthvað fallegt spil í spilavinnum. Eigum við þá ekki bara beint í aftur? Við erum komin í Hraði. Og aftur hraðabingó, þetta var svo spennandi. Má ég sjá. Ég er sko æsispennt hérna við símann, æsispennt tölvuna að bíða eftir því bara býtu, hvað ætlar hurðarskellur að segja næst? Er komið. Það er E28. E28. E25. E25 og E26. E26 og E27. Það er skemmtilegt. E27. Það var sko komið 25, 26, 27 og 28. Allt bara í einni röð. Ná, ég sjá. Og þá gefur næsta tala, hún gæti orðið vinningstalan. Má sjá, hún er E16. Vá, þetta var spennandi. Ég hef aldrei séð alla tölurnar svona í röð áður í bingo. Nei. En að hurðarskilli Já. og langleikur. Já. Ég báði mér fleiri kveðjur á meðan þeir eru með aðtökk hvort einhverja fengi bingo á 50 tölu. Já. Og það var sko, Gabriel Leví skilar kveðju, Svanur Ingi segir hæ við skjóðu, hæ á móti, Ragnhildur og Guðmundur biðja líka heilsa skjóðu og hurðarskilli. Og auðvitað eru allir að biðja heilsa langleiki líka, hæ. Hæ. Er einhver komið bingo? Hurðarskilli. Herðu, Ég- hún er verið að batteríslaus tala mín. Það virkar ekki eða það er eitthvað að bila hjá mér. En þá rættum við þetta. Ég geta bara dregið að það fer allt í rugl. Það er allt í lagi. Nei, það er komið aftur á. Það var bara eitthvað sambandsleysi í snúrinni. Vá, þannig var ég alveg bara í panik.is. En veistu hvað? Hvað? Það er ekki að fara í panik. Maður getur bara slakað á og fundið lausnir. Því að ef það kemur upp vandamál, veistu hvað er best að gera? Finna lausn. Finna lausnina. Það er alltaf alveg. til aftur. Það er alveg rétt hjá skjóðum mín. Maður á bara að slaka á sko. Maður á bara að lifta og njóta. Maður sjá, herðu. Það er komið að næstu tölu. E23. E23. Á ég að segja ykkur. Já. Ég er með dálítið Lindó. Ertu með... Lindó. Nú, ætlar að segja okkur lendóið. Ég ætla að segja ykkur að þetta er smástund. En það er nú ekki lengur lendó. Hæ? Það var ekki lengur lendó. Nei, það er sko Lindó núna, en það varður ekki Lindó þegar ég er búin að segja það og ég er mjög spennt að segja það út af því að ég er að halda í Lindó núna út af því að þetta er pínu óvænt, en síðan þegar ég segja það, þá er komið að þessu óvænta sem er mjög spennt. Ok, þú getur ekki láta okkur bíða, þú voru að segja okkur á núna. Ég verður bara að býna, ég get ekki sagt neitt, þið verður bara, leið ykkur bara hlakka til og svo þegar fyrsta bingoið, þegar bingoið fyrir þessa rauði komið, þá ætlum ég að segja ykkur það sem er spennandi Lindó. Já, en ég er svo spenntur. Já, ég líka, Við bara... ég er með hugmynd. Hérna, ef þú segir okkur það núna, þá skal ég segja hvað ég ætla að gefa þér í skóinn. Hurðaskelli! Það máttu bara kjafta frá Lindói áður en það komið að Lindóinu, alveg eins og, þú veist, eins og ég til dæmis að búa til jólagjöfina þína og ef þú myndir segja bara, ef þú segir mér það núna, þá skal ég eitthvað, maður má ekki bara segja fyrir það kemur að jólunum. Já. Og eins og með þetta. Ég var bara svo spenntur. Já, þú ert bara eitthvað að plata mig til þess að segja Lindói. Já, ég var bara mjög ágæplata. Herðu, en næsta tala er komin. Nei, hún fór.
Nei, hún kom aftur. Þarna kom hún. Í 18. Það skemmtilega og látleikur. Ég verð að segja ykkur eitt mjög skemmtilegt. Ég held, hugsanlega mögulega, að við séum að tala dálítið hratt þegar við segjum nafnið hans Langleggs út af því að það er dálítið ruglingslegt. Það er ekki mjög algengt að heita Langleggur. Nei. En Langleggur bróðir minn heitir Langleggur af því að hann er svo langa leggi. En það er einhver sem heldur og heitir Langskeggur. Sem heitir á fundi. Herði, Langskeggur. Sjáu þið hvað ég vil Er komið bingo? Já, það er komið bingo og ég skal segja ykkur hvað. Það eru komin 2 bingo. Hvað gerist þá? Það eru Einar Örn með spjald nr. 3. Má sjá. Það passar. Þá er það Björgvin Örn Ragnarsson Já. með spjald nr. 144. 144. Það passar. Sko, hann fær vinning, sko, einn fær aðalvinningin og hinn fær aukavinningin, mannst ekki, það var... Það er komið að lindónu mínu! Hæ? Það komið? Það er komið að lindónu mínu! Já. Já, en það ekki að segja strákunum að þeir unnu? Jú, það er partur af lindónu mínu! Hæ? Er þið tilbúinir? Já! Ég ætla ekki að draga, þið fáið báðir aðalvinning! Þið fáið 6.000! Hlastan! Bang! Herðu, þetta var sniðugt hjá þér, sko. Herðu, á ég þá að segja hvað þú ætla að gefa þér í skóinn? Nei, ég vil ekki vita hvað ég fæ í skóinn. Ég ætla að gefa þér... Á eitthvað sambandsleysi, ég ætla að gefa þér bara hérna... Það er ekki sniðugt. Þú verður ánægð með það. Herðu, jæja, og þá skulum við halda áfram. Nei, hvað er næst? Herðu, ó nei, það er að líða að lokum, er það ekki? Já, en við getum dregið. Við ætlum að draga einu sinni enn. En bara einu sinni enn. Já. Þannig að við þurfum eiginlega bara að velja. Hvaða röð er það? Sko, hann Langleggur bróðir minn, mér finnst að hann meira það. Það var sama, ég sagði það á sama tíma og spildum með kókupölsum. Ég vil L. Það er sko G. Nei, G. Það eru 3... Það er 3 G-I-L. Langleggur. Langleggur Gríluson. Þetta er raunin 4. Já. 4 G. Já. G. Það er Ég ætla að velja G. Við ætlum að spila G núna. Er það síðasta röðin? Já. Næst, já, þetta er svo fljótt að líða, sko. Það er hérna G. Erum við, skjóða, ert þú tilbúinn? Ég er tilbúin, ég er mjög tilbúin. Ég veit tölvuna og ég býð eftir kveðjum. Þannig að þegar þú er búin að lesa fyrstu 5 tölvuna þá verð ég að lesa kveðjur og alls konar. Allir búin að hreinsa spjaldið því við erum að fara að spila G. Eða eins og við kallum það Langleggur. Já. Brósi. Herðu, þá er fyrsta í Langleggur, eða G, það er 52. G52. Og vinur hans, G51, er næstur. Þannig að G52 og besti vinur hans, G51, eru báðir komnir. Þá er það kemur hann að vinkona þeirra, sem er sko G, Langleggur 54. G54. Og svo er það hann að systursonu þeirra, sem er hann að G59. Þannig að það er komið 51, 52, 54 og 59. Já, og höldum áfram. Nú að sjá. Og þá er það mágur systurssonar hans, sem er sko G46. Nú gæti sko einhver verið komin með bingo. Á meðan við gefum fólki aðeins tækifæri að senda okkur SMS, þá skal ég lesa náttúrulega kveðjur. En mér langaði líka að sýna hérna, skjóða. Að sýna svolítið. Sko, það er svo mikilvægt þegar maður er í umferðinni að sjást vel. Já. Og maður verður að vera að nota endurskinsmerki, að sýna hvað ég er með mitt.
Já, hvað ertu með þitt? Þá ger ég svona, sérðu. Hérna. Vá, hurðaskellir, ertu með endurskinsmerki allan hringinn? Já. Það er svo mikilvægt að sjást bæði framan og aftan. Það er svona mikilvægt að sjást í umferðin, sko. Það er alveg hefði bjargað mannslífum. Já, á ég að lesa fyrir ykkur kveðju? Já. Veistu hvað ég sagði? Ég sagði við, á ég að lesa fyrir ykkur skjóður? Má ég sjá, veitu hvert var ég nú komin? Sko, Gabriel Leví skilar kveðju. Svanur Ingi segir hæ við skjóði. Ragnhildur og Guðmundur biðja líka að heilsa skjóðu og hurðaskelli og Ronja og Jóna elskum þig mjög mikið. Og svo segir Ásgeir að við byrjum að heilsa langskeggi sem er mjög fyndið. Og Svanur Ingi, hann hélt líka og héttir langskegguna. Já! Það er gaman að við leiðréttum það. Já. Takk fyrir að láta. Og svo hérna fleiri bítu. Hafsteinn Ingi biður að heilsa skjóðu, hurðaskelli og langleggi. Ég og vill spila X. Þetta er skemmtilegt. Svo Ísabella óskar skjóðu og hurðaskelli gleðilegra jóla og Guðjón Óskar, Guðbjörg María og Valgerður Ása byrja að heilsa og óska ykkur öllum gleðilegra jóla og Björg Valdís Gunnarsdóttir elskar langskegg. Langskegg? Ég ætla að fara að skipta nafn. Ég ætla bara að heita það safnar skeggi að heita langskeggur. Það er miklu flottara. Er komið bingo? Það er ekki komið bingo. Það er bara komið ný tala. Takk fyrir alla kveðjurnar, elsku vinir, en það er bara komið ný tala. Og hún talar einhvern veginn svona. Já, góð daginn. Það er G53. G53. Það er skemmtileg talað. Mjög Ég er með flott. spurning. Hæ? Það er spurning úr sal. Utan af landi einhvers staðar er spurning. Já. Og það verður að spyrja mig hvort að ég sé í alvörunni í sólskin. Og ég get látið ykkur vita að ég er það í alvörunni. Ég er alvörunni í bústaðnum hjá henni ömmu minni, eða ömmu okkar allra, míns, hurðaskellis og langleggs og allra hinna systkina minna. Og ég er sko í alvörunni í sólskin, en ég losna á þriðjudaginn vonandi. Annars væru hérna hjá okkur. Annars væri ég hérna hjá ykkur. En við erum svo heppin að þessi skemmtun er á internetinu og þess vegna gat ég verið með ykkur öllum með hjálp tækni og tæknimanna og við erum sko búin að vinna hörðum höndum alveg frá því í gær frá þetta kom upp að ég að láta þetta ganga þannig ég gæti verið með ykkur. Já, og við erum sko með alveg úrvalstæga Baldvin, hann hérna, og hvað heitir þú aftur? Jónas, það tæknimenn, það er hérna Baldvin, Jónas og Andrea, þau eru öll hérna bak við borðið að hjálpa okkur og svo erum við hérna langleggur og bráður minn og þú þarna hinum minn á hnettinum og þetta er alveg geggjað sko. Má ég sjá, það er komið að næstu tölur skjóða. Ég held það. G. Nei, hún kom ekki. Ég hélt að væri frosnir á skjánum. Ég held það líka. Ég var bara... Það var þess að það væri truflun. Já. Herðu, það er komið að G 55. Það er aftur komið svona röð. Það er þess að 51, 52, 53, 54, 55. 56. Og 46 og 59. Það eru nokkrar fleiri kveðjur. Þorsteinn Leó og Viktoría Lea byrja að heilsa öllum og Viktoría Bjargey biður að heilsa öllum líka. Já. Þetta er hvað? Það er ein kveðja í viðbót. Ok. Héðan úr sótkvíni í sumarbústaðnum biður skjóða innilega að heilsa öllum sem eru heima hjá sér líka. Herðu, ég verð að fara núna. Í smástund. Ég er bara nýbúinn að skrá mig í stéttarfélag og ég er að fara á svona skilu svona vafferpásu þannig að ég fer bara í 5 mínútur.
Nei. En það er komið bingo. Já, það er bingo. Er komið bingo? Ok, ég er tilbúinn, það er komið bingo. Það er komið fullt af bingoum. Nei. Það er komið fullt af bingoum. Bíddu, ég ætla að setja mig í stellingar. Ok, við sjá, svona. Hérna, laga þetta hérna. Hendi upp svona. Ok, ég er tilbúinn. Það er spjald 185, það er Petrína Ríkharðsdóttir. Jú, við skoðum hana. Og samkvæmt niðurstöðum, þá er það rétt. Það er bingo. Frábært. Bravo. Þá var það Gunnar Örn með spjald 699. Það er líka rétt. Og það var Rakel Bjarkadóttir með spjald 526. Það er líka rétt. Wow. Björg Valdís Gunnarsdóttir með spjald 96. Spjald hvað, númer hvað? 96. Það vantar 2 tölur þar. Það er nefnilega ekki komið, sko, það vantar, þar er ekki komið 56 og ekki 60. Býttu nú við. Býttu það aðtöku hvort það sé ekki örugglega rétt hérna hjá mér, býttu aðeins. Jólasveinn minn. Já, blaðs 90, nei, já, þannig að Björg Valdís Gunnarsdóttir með spjald 96 er ekki bingo. Því miður. Já, því miður. Það er mjög leiðilegt. Já, en maður verður að fylgja reglum, sko. Það er allt í rugli og allir bara senda SMS og sagst fyrir með bingo, þá fyrir allt í rugli á bingo. Já. Heyrðu, það er bingo í Sigtúni, Inga Jakobsdóttir, 264. Nei, það er ekki heldur rétt. Það vantar 47 þar. Já, Mér sýnist á öllu hjá mér að það sé allir komnir með bingo sem eru komnir með bingo. Heyrðu, þá er ég með ennþá meira spennandi. Ætlar að láta snjóa á... Já, hvað segirðu? Ég ætla að gefa smá bingo-jólagjöf í lokin, sko. Já. Það var síðasta línan sem við ætlum að spila. Ég ætla að gefa öllum þessum 6.000 krónar gjafabréf í spilavinni. Skjóða, hvað er að frétta, sko? Þú ert alveg svaka. Stórkostlegt. Þetta er gaman, sko. Það er svo að... Já, ég er ánægð með þig, sko. Ég er ánægð með þig. Ég er búinn enn. Hvað segirðu? Ég ætla að halda fram að gefa þér úr þóttvíni. Já, og hverjum ætlar að gefa núna? Ég ætla að gefa öllum, þú ætlar að draga eina N-tölu og allir sem fá bingo eftir eina N-tölu, þeir fá 3.000 krónar gjafabréf. Eina enn. Þorrisu? Ég þori þessu. Þannig að við erum tölunar. Og við erum búin að hinsa spjaldin, setjist þið aftur niður, setjið inn tölunúmer 52, 51, 54, 59, 46, 53 og 55. Og ein tala í viðbót. Ég... 47! Það er allan að einnana sem var áður með 47 sem var með bingo þegar vantaði 47 og nú er það komið bingo þegar var komið 47 núna og hvað gerir hann? Hann er aldrei með vellum og skorar mörk! Þetta er rosalegt! Ég geti verið svona Stórkostlegt. íþróttafréttamaður. Og hvað Við gerir erum að hann? byrja að pakka í bingoið. Við erum að bíða. Já. Það er... Það er bingo. Er fólk búið að senda inn bingo? Inn skilabóðan, sko. Já, og hvað ætlar að gefa fleira? Nei, ég er ekki að segja að hvort það sé bingo. Já! Þú veist ekki, ég ætla að skjóða, þú fer alveg með mig, sko. Nú er ég alveg komið með bara, ég er á floti. Það er alltaf með spjald nummer 261. Já, on it. 261. Nei, það vantar 49. Já, ég held að þessi hefur ekki stóvart í pakkan. Nei, í takkan. 264.
Já, passar. En það var komið vinningur á það áðan fyrirgjöðu að vera að leiða Nei, það er ekki komið, það vantaði 47 á það. Já, þannig að núna er komið bingo. Já, hann var að fá bingo núna, það er rétt. Þetta er... Jakobsdóttir. Já. Heyrðu, ertu til í aðtúa fyrir mig eitt í viðbót spjald nummer 26? Spjald 26, því miður, það er ekki þar. Það voru aðeins mistök hérna, sumir er svo spenntir að þeir íta bara takkana áður en að allt er komið. Ég vildi bara vera alveg viss að ég verð ekki að missa neinu. Heyrðu, Magnús Ásgeirsson, spjald 435. 435. Já, hann fekk bingo á 47. 558, Alexander Steinarsson. 558. Já, hann fekk bingo á 47. Og 482. 482. Já, hann fekk bingo á 47. Já, hann fekk bingo á 487. Já, hann fekk bingo á 47. Langleikur, nennir að passa að taka, hann hurðaskiptir orðinu svo rispuð platan, nennir að rispa plötutakkan. Já, bíddu. Svona, maður sjá. Já, þetta er hurðaskiptir, góðan daginn og velkomin í Jóladagatal hurðaskiptir, svo skjóði. Við erum stödd hérna í... Nei, ekki byrja á. Bingo hurðaskiptir. Ég ætla að segja ykkur að Sigrún Inga, Magnús Ásgeirsson, Alexander Steinarsson og Guðjón Óli hafa öll unnið sér inn 3.000 krónu gjafabréf í spilavinni. Ég ætla að minna alla vinningshafana á að senda tölvupóst á rsi@rafis.is með heimilisfanginu sínu og þið fáið við fyrsta tækifæri gjafabréfin send upp að dyrum. Það er hægt að versla í vefverslun spilavinna og þá getur maður líka fengið vörurnar sendar upp að dyrum ef að þið eru til dæmis í sófi eins og ég. En áður en að við kveðjum alveg af því að þá langar mig aðeins að bara þakka ykkur öllum fyrir að vera með. Það eru margar kveðjur hérna í viðbót. Það er kveðja frá Níels og Ísabella vonar ég fá ekki COVID, ég vona það líka. En ef það gerist, þá gerist það bara fullt af fólki sem hefur fengið það. Og það er bara allt í lagi að bara taka á því að það kemur. Silvía og Theodor byrja að heilsa öllum og Hanna Stella, Náttsól Hannes og Nökkvi Steinn byrja að heilsa. Nú eru allar kveðjur búnar í dag. Ég ætla að kveðja ykkur héðan úr sumarbústaðnum hennar Gugga og sótvinni minni og ég ætla bara að fara að gera eitthvað rosalega jólakósí en til að koma mér í jólaskapið eru þið til að spila eitt örstutt jólalag í lokin? Jú, næsta lag sem ég langar að spila Var þetta ekki eins og ég væri að spila svona hægt? Jó, ágæslega. Já, maður bara að prófa þetta sko. Herðu, næsta lag sem við ætlum að spila er bara Jólasveinar 1 og 8. Á, Jólasveinar 8. Sem meikar ekkert sens því 1 + 8 er 9 og þetta lag er sko þannig að það kemur Jólasveinar 1 og 8 ofan allt í einu koma ára fjöllunum og fyrra kvölda fór allt í einu að hátta. Allt í einu faraði bara að hátta en svo þegar þið fara að hátta þá finna allt í einu bara Jón á völlunum. Já. Bara örugglega völlunum í Hafnarfirði og þegar þið búin að finna Jón á völlunum þá stendur allt í einu bara einhver Andrés sem enginn veit hvað er. Nei. Bara einhver utangáta. Og af því hann er einhver utangáta þá komið allt í einu einhver tröll. Svo er allt í einu hringt bara í Hólakirkju sem er örugglega í Hafnarfirði, hún er samt helst í Breiðholti. Já. Þetta lag meikar ekkert sens. En 1 + 8, er það 13? Nei, það er 9. Já, en þeir eru 13 jólasveinar, þetta passar ekki. Nei, annarkoð samdanda bara eftir að mamma eignaðist 9 börn. Kannski voru bara einhverjir í fríi. Já, eða hann hefði verið eitthvað að fósi. Allan að, ég held að hérna, allan, þetta er skemmtilegt lag. Jólasveinar 1 og 8 ofan koma fjöllunum í fyrra kvöld þeir fóru að hátta fundan Jón á völlunum. Andri stóð þar utan gáta, það átt að færa tröllunum en þá var hringt í Hólakirkju öllum jólabjöllunum. Syngjum þetta einu sinni. Já. Það er nefnilega átt að færa tröllunum, þetta átti bara að fórna honum þarna, en pæli í textunum, en þetta er skemmtilegt að pæli í þessu. En syngjum þetta aftur. Og allir með þær!
Jólasveinar 1 og 8 ofan koma fjöllunum. Í fyrra kvöld þeir fóru að hátta fundan Jón á völlunum. Andri stóð þar utan gátta, það átt að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Hólakirkju öllum jólabjöllunum. Kæru vinir, þá ætlum við líka að fá að kveðja og muniði bara að það eru 3 reglur sem þarf að fylgja til að fá í skóinn. Það er bursta tennur, snemma sofa, stillt og prúð, easy peasy, mic drop. Bless. Bless og gleðileg jól. Takk.